Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Lifandi Drottinn, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga þú jarðlífssporin svo að við, studd náð þinni, hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessaðu minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Guðmund. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veittu honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist. Amen. Prédikarinn ritar: Öllur afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu striti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreyta sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma. Jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur.
Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist. En að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiði sínu, einnig það er Guðs gjöf. Ég komst að raun að allt sem Guð gerir stendur að eilífu. Við það er engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Guð hefur hagað því svo til þess að menn virtu hann. Það sem var fyrir löngu og það sem verður hefur verið fyrir löngu og Guð leitar aftur hins leiðina. Orð Drottins. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldarís en hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerrað burt aldrei nær að græða grund. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt innsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum Heyrum heilagt Guðspjall eins og það er skráð hjá Matteúsi Guðspjallamanni. Jesús segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Þetta er orð Drottins. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, sýndu honum saknaðar ljóð, vanga hans blítt, ver mér þú sól, veru
bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefnin sígur á brá, draum heimi dveljum við þá, daga langa saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá. Náðsemið yður og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Segðu aftur söguna. Þá einu þess virði að vera sögð. Færðu í frásögu gleðifréttirnar, dragðu ekkert undan fagnaðarerindið. Fléttaðu hann af vonum. Segðu aftur og aftur söguna frá byrjun og láttu engan endi taka. Það Þóra Jónsdóttir sem yrkir þetta ljóð sem að ber þann látlausa titil Saga og við heyrum þemað hér. Segðu aftur söguna. Einmitt. Til þess erum við meðal annars komin hér að rifja upp, minna okkur á þá sögu sem hér lokið að sínu leyti, en lifir samt meðal ættingja og vina Guðmundar og meðal allra sem að þekktu. Og ég veit líka, ég þarf ekkert að minna okkur á það að hann kunni líka sjálfur að segja sögur og gerði það dável. En saga hans hluti af ykkar sögu og saga hans leið hluti af þeirri ráðsályktun Guðs sem við sjáum ekki fyrir endan á, en hann einn þekkir. Hluti af hinni miklu sameiginlegu sögu alls mannkyns sem að kristnum skilningi stefnir til hans sem var og er og verður. Já, við erum hvött í þessu ljóði Þóru til að segja þá einu sögu sem að skiptir máli. Auðvitað má deila hver sé hin rétta saga, enda sjónarhorn á atburðina mismunandi og vitaskuld aldrei hægt að færa allt í orð sem gerðist eða allar tilfinningar. Enda held ég að hér sé ekki átt við sögu þráð, línulega frammyndu þótt hún sé vissulega mikilvæg, heldur horf, viðhorf. Og í þessu samhengi held ég að sú saga sem að skiptir máli sé einmitt bundin þakklætinu fyrir lífið, þakklætinu fyrir líf Guðmundar og allt það sem hann veitti ástvinum sínum og samferðar fólki öllu. Og sú saga heldur áfram og tekur engan endi þrátt fyrir hans langa líf. Saga hans sem hann átti meðal okkar og líka það hvert saga hans stefnir, en hún stefnir inn í ljósið hans sem gerir alla hluti nýja. En Guðmundur fæddist að Litlu-Giljá í Austur-Húnavatnssýslu 27. júní 1936. Foreldrar hans voru Þuríður Sigurðardóttir og Sigurður Jónsson á Litlu-Giljá. Þau foreldrar hans höfðu kynnst fyrir sunnan, en þá hafði móðir hans flutt til Reykjavíkur eftir stóran Suðurlandsskjálfta 1912 og þar féll hún fyrir bóndasyninum og að eigin sögn jarðeigandanum húnverska og þau giftust. Sigldu upp í Borgarnes en gengu svo afganginn af leiðinni eins og alsíða var, enda engir vegir sem að risu undir því nafni þá. Þegar að norður var komið uppdagaðist að hann bjó bara hjá foreldrum sínum og átti eina belju. En konan nennti ekki að ganga tilbaka, enda svo sem ekki hlaupið að því. En með tíð og tíma búnaðist þeim vel, þau keyptu Litlu-Giljá og bjuggu þar æ síðan. Og Sigurður dó þó til þess að gera ungur maður þegar Guðmundur var 19 ára og hélt móðir hans búskapnum áfram af miklu myndarskap ásamt 2 sonum sínum. Móðir hans kom með allnokkra nýjungar norður, svo sem að rækta matjurtargarð
með fleiri tegundum en kartöflum og rófum. Því kostur Húnvetninga fram til þessa hafði verið mest saltað kjöt og súrmatur, súrt skyr, tros og harðfiskur, en lítið farið fyrir garðávöxtum. En Guðmundur naut alltaf þessa og bjó að þessu fjölbreytta fæðuvali uppeldisins. Systkini hans voru 10 talsins, börnin, og Guðmundur þar næst yngstur og sá síðasti eftirlifandi af systkinahópnum. En þau voru Magnús, Hafsteinn, Vigdís, Einar, Stefán, Elín Anna, Ingi Garðar, Sigþrúður og Guðrún. Guðmundur lifði aldeilis tímana tvenna. Gamli bærinn á Litlugilja og hvar hann fæddist var torfbær, þannig að hann lifði á eigin skinni hvernig Íslendingar höfðu sig úr torfbæjunum og inn í nútímann, og sennilega hefur hann lifað einhverja mestar samfélagslega breytingar sem yfir Ísland hafa gengið. Og ekki síst lagði hann gjörva hönd á það að koma okkur Íslendingum úr aldargömlum hjólförum hins staðnaða bændasamfélags og tók hann þátt í því að umbylta búnaðarháttum. Ólst reyndar upp við öll hefðbundin sveitarstörf, en snemma kom í ljós að hann kunni að hugsa út fyrir hefðbundnar brautir. Hann var afar tæknilega sinnaður og aðeins 12 ára gamall ritaði hann kaupfélagsstjóranum á Blönduósi bréf þar sem hann útlistar hvaða vélar þeir þyrftu að fá í sveitina til að þoka búskapnum áfram. Og svei mér ef kaupfélagsstjóri tók ekki mark á honum. Og ef ekki, þá hefði hann betur gert það, því að Guðmundur var frá fyrsta degi mjög naskur á þessa hluti. Vélarnar áttu hugans lengstum og vildi hann gera þær að ævistarfi, vildi helst verða flugvirki og safnaði sér fyrir því námi sem var alls ekki ódýrt og ekki kennt innanlands. Og haldi menn að efnahagslífi nú sé lítið stöðugt að þá var það nú ekkert í samanburði við miðja síðustu öld. Og eitt með verðbólguskot og massív gengisfelling gerði námsvonir hans utanlands að engu. Hann fór því í nám í bifvélavirkjun og var einn þeirra sem kom suður með 2 hendur tómar, en hófst upp af sjálfum sér með útsjónarsemi og dugnaði. Til að byrja með vann hann hjá sveitunga sínum Sigfúsi í Heklu og líkaði afar vel. Hann var röskur til allra verka, fljótur að sjá hvað þarfnaðist lagfæringar og mun hann fyrst hafa vakið athygli á sér á verkstæðinu þegar að fjöldinn allur af Volkswagen Bjöllu kom inn með framleiðslugalla sem að Guðmundur var fljótur að kippa í liðinn. Sigfúsi til mikilla gleði, en ekki endilega öllum samstarfsmönnunum sem voru á tímakaupi og höfðu líka það viðhorf til verkefnanna að það lægi nú ekkert á. Þessi bílar væri ekkert að fara hvort þið er. Guðmundur lauk meistaraprófi í bifvélavirkjun og rak eigið verkstæði þar til hann stofnaði fyrirtæki GS Varahlutir 72, sem þau hjón starfræktu í 40 ár. Á því sviði var hann algjörður frumkvöðull, en á þeim tíma var varla hægt að segja að meira segja bílaumboðin sinntu varahlutaverslun og þjónustu nokkuð skapaðan hlut. En honum rann til rifja að sjá bíla kyrrsetta við verkstæði dögum og vikum saman, meðan beðið væri eftir skipunum með varahlutin. Og í stað þess að hann væri til í landinu og hægt að afgreiða viðgerðina í Hvelli. Þarna sá hann viðskiptatækifæri. Þetta var hörkubusiness hjá honum. Hann var farsæll í sínum rekstri og komst ágætlega í álnir. En jafnframt gladdi það hann líka að geta gert góðan díl fyrir bílaeigendur. Og hann vissi sem var að það væri betra að kúninn kæmi aftur heldur en að skrúfa upp í hæsta verð og fá kúnan aldrei aftur. Og voru það ekki síst Gabriel dempararnir sem að koma undir hann fótunum í þessum bransa. Auðvitað kemst ástin í spilið, en Guðmundur kvæntist eftirlifandi eiginkonu sinni, Sigurbjörgu Mörtu Stefánsdóttur, hárgreiðsludömu og Reykjavíkur mær. Börn þeirra eru að elst er Sigrún, gift Júlíusi Steinarsinni, og synir þeirra eru Steinar, giftur Katrínu Karlsdóttur, börn þeirra Júlíu og Ósk og Styrmir, og Oddur í sambúð með Ebbu Katrínu. Annar er Markús Heimir, giftur Björgu Árnadóttur, og synir þeirra eru Arnar Gauti, giftur Hildi Kristjánsdóttur, og synir þeirra Kristján Eyberg og Markús Eyberg. Guðmundur Fannar í sambúð með Önnu Guðnýju Torfadóttur. Börn Guðmundar Fannars eru Heiða og Steinn Kaldbak, barnsmóðir Rannveig Ólafsdóttir, en sonur Önnu Guðnýjar er Hinrik. Þriðja er Harpa, gift Karl Pettersson, og börn þeirra eru Hera Katrín og Hrafnkell Kári. Og yngstur er svo Bjarki,
í sambúð með Gunni Magnúsdóttur. Björn Bjarka eru Birkir Freyr í sambúð með Svövu Traustadóttur. Móðir Birkis er Arnbjörg Grímsdóttir. Þá Stefán Ingi í sambúð með Sóleyju Ástu Lóudóttur. María Björg í sambúð með Hlyni Þór Guðmundsinni og Axel Birgir í sambúð með Sóleyju Lilju. Og móðir Stefáns, Maríu og Alex er Helena Birgisdóttir. Þetta er alveg svakalega upptalning, eins og það heyrið. En hún er svo dýrmæt vegna þess að í þessu er akkurat fólginn fjársjóður hans og það vissi hann alltaf og þau hjón bæði. Þau voru samrýmt og fallegt par. Mikið samtaka í uppeldi barna sinna. Gerðu aldrei upp á milli enda gátu þau vitað að börnin þyrftu engu að kvíða í þeim efnum. Guðmundur var líka ákaflega styðjandi í öllum góðum verkum sem börn og barnabörn tóku sér fyrir hendur. Spurði mikið eftir þeim, gladdist yfir velfarnaði þeirra og ef eitthvað var að með bílana þá gátu þau vitað að hann myndi mæta og laga eða í það minnsta leggja andan í verkið. Og heimili þeirra í Seiðakvíslinni þar sem þau hjón bjuggu lengstum var miðpunktur stórfjölskyldunar. Og raunar var það líka þannig að fjöldamargir vandalausir áttu skjól hjá þeim, Sigurbjörg og Guðmundi. Oftar en einu sinni og oftar en tvisvar þá kom hann óforvarendis með kunningja í mat og mátti Sigurbjörg redda því og gerði það með sóma. Og hann sá líka til þess að allir væri með nóg í búrinu. Sonur hans og tengdadóttir lærðu til að mynda í Svíþjóð og einhvern veginn fór það þannig að Saab 96 sem þau ætlaði að selja hér heima seldist ekki og þess vegna kom hann á eftir þeim utan til Malmö eða Gautaborgar. Og Guðmundur sá til þess að þegar Saabinn var komið þangað og skottið var opnað að þá var það stappfullt af staðgóðum íslenskum kosti, bæði hangikjöti og slíkum hlutum og svo nammi. Og þessi saga sýnir að hann var alltaf hreint að hugsa fólkið sitt. En hann kenndi þeim líka vinnusemi og aðrar góðar dygðir. Sér í lagi gerði hann þau sjálfbarga með bíla og bílaviðgerðir og þau máttu vita að ef þau fengju bíl lánaðan hjá honum að þá áttu að skila honum þegnum og helst bónuðum líka. Þau hjón ferðuðust líka mikið saman. Á ferðalögum kom gjarnan vel í ljós hvort þeirra væri A og hvort B manneskja. Hann var sem sé árrisull og oft var það nú þannig að þau höfðu lagt húsbílnum í Borgarfirði kvöldið en þegar Sigurbjörg vaknaði morguninn voru þau komin norður í Húnavatnssýslu. Guðmundur var tilfinninganæmur maður og þurfti oft ekki mikið til að hreyfa við honum, bæði til gleði og sorgar, en svo gat hann líka verið hverjum manni þrjóskari ef þannig stóð á. Í frítíma sínum stundaði hann veiðar af kappi, var löngum með Friðmundavatn á Grímstunguheiði á leigu og rótaði þar upp fiski. Hann var sem sagt ekkert að dunda við einhverja fluguveiði, heldur dró á með neti og fékk gjarnan 100-200 fiska í drætti. Og það var alltaf hugur í honum. Og þegar til stóð að fara norður þá hélt honum engin bönd. Kappi stundum svo mikið að eitt og annað gleymdist fyrir sunnan. Og komnir norður máttu menn ekkert vera að því að búa sig í skikkanlegan hlífðarfatnað því það mátti engan tíma missa, strax út af vatn. Hann var glaður og góður í stund, söngvinn með bjarta og fallega tenorrödd, afar lagviss, en gerði svo sem ekkert meira með þessa gáfu sína annað en að syngja í góðra vina hóp. Vissulega átti hann það til að vera stríðinn, þótt að væri græskulaust og mest til að gera smá djók. Og ég held að það hafi einmitt verið af þessum meiði stríðninnar að hann átti það til að taka upp slípirrokk til að snirta á sér táneglurnar og sverfa burt hælsýkið. Hann var örlátur maður, ættrækinn, hugsaði mikið norður og fór ofta norður. Reyndar losnaði hann sem betur fyrir aldrei við sveitamannin í sér og í öllum sínum forréttningum með vélar og varahluti þá lagði hann mikið upp úr því að þjónusta sveitirnar alveg sérstaklega vel. Var líka fyrirtaksgóður sagnamaður og oft voru þetta nú sögur sveitin einmitt af búskap og veiðum. Guðmundur var ágætlega heilsurhraustur mest alla sína ævi, þótt undir því síðasta hafi elli verið farinn að mæðan að líkamannum til en andlegum kröftum hélt hann alveg svo að segja fram í andlátið. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 12. febrúar síðastliðinn. Ég verið beðinn að bera ykkur kveðjur, en Steinar Lár Steinarsson og fjölskylda eru stödd í Alaska
komast ekki hingað en biðja fyrir innilega kveðjur sem og Magnús, Heiða, Sandra, Telma og Reynir. Þannig að Guðmundur hefur lokið göngu sinni hér á jörð og nú tekur annað við. Hér skilja leiðir. Og honum fylgja á veg bænir okkar og þakklæti fyrir alla samfylgd. Það er annars merkilegt þetta að mæta dauðanum í ásýnd á samferða fólks og ástvina. Þetta vekur upp eitt og annað í sálartetrinu hjá manni og hlýtur í raun að gera okkur auðmjúk fyrir þessu undri sem að lífið er og þakklæti. En þetta eru stórar spurningar og í þessum stöðum spyrjum við gjarnan hvað svo? Er þetta allt og sömt? Trúin svarar því með ákveðnum hætti en hvort að þú geti gert það þínu svari líka, það veltur bara á þér. Ég trúi því og treysti að hans frjói og starfandi hugur sé nú að pæla í öðrum hlutum. Ég held það. Þótt hann væntanlega líti líka til með ykkur ástvínum sínum. En það er svo merkilegt að koma hérna saman öll eigið ykkar tengingu við Guðmund og sem saminast þessu andartaki hér. Síðan förum við í erfið á eftir og þar fáum við okkur að borða saman og það er svo dýrmætt að átta sig á því að frammi fyrir dauðanum þá styrkjum við lífið með sameiginlegri máltíð. Það er ekki bara það að við séum svöng, það getur stundum verið. Heldur er akkurat þetta að blessunin er fólkin í fæðunni og fólkinu sem við deilum henni með. Svo þegar það er búið þá fer hvert í sína áttina væntanlega. Og við áttum okkur að því kannski að í raun eigum við bara þetta andartak hvert og eitt. Hvað gerir seinna, veitum við svo sem ekki. Það sem hefur gerst, við breytum við ekki. En mjög á mér uppáhaldsljóð eftir Jóhannes og Kötlum sem hann yrkir mugg, skáldið góða fyrir vestan. Og í þessu ljóði segir hann, meðal annars: Með blóðsins dyn í brjósti við bergjum loksins hér á því sem var og verður, í vitund þess sem er. Við finnum allt í einu að eilífðin er hér. Kjörnið í einum punkti. Og kannski fyllist maður, kannski ógnar manni þetta, ég get alveg sagt það. En ég held að inn í þessu sé akkurat bundin von. Vonin það að ekkert líf eyðist heldur að sé varðveitt í andartaki Guðs. Hans líf og okkar allra. En Guð blessi minningu Guðmundar. Amen. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar er margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska kaupa konur og í jeppa oft vill skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin, þó með einum, oft í leinum. Ein ég farið að mig skaðað getur ekki neitt, og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin, því að sveitin er engu lík. Ljósa nótt við leiðumst okkar veg, við lækinn bak við ásinn þú og ég, og hvað þar verður hvíslað veit einnig, nema lækurinn er. Hann hlustar Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar er margt að finna. Ég vil reyna
sumarkvöldin, þó með einum, oft í leinum, ein ég farið að mig skadað getur ekki neitt og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin, því að sveitin engu öðru lík, upp til heiða, inn til dala, liggja okkar beggja spor. Ég ætla að lesa lítið ljóð sem eftir Halldór Jónsson. Hann fæddist að Brekku, sem næsti bær við Litlugili og þar sem afi fæddist. Og ljóðið heitir Mansöngur til nætur. Dagur að kveldi kominn, kvöldið andar blíðri ró. Enginn vindur yfir sæinn, eigló roðar grund og mó. Fjöllin skríðast skrúða besta, skarlat ófu í klæðin væn, aftan roði og gróður gyðja, gerðu það fyrir sólarbæn. Sveipast dögg rjóðar rósir, rennur sól við ægisbrún, en himins breiðan boga, blíðlát nóttin dregur rún. Nætur töfra hljómar hylla, hratt á vængjum kvöldróðans. Hugur flýgur himin leiðir, hulins vitjar draumalands. Fátt til sem færir geði frið, sem nætur djúpa ró. Móðir drauma og duldra vona, döprum huga veitir fró. Vefðu mjúkum faðmi foldu, friða hverja þreytta sál. Gleddu huga, græddu hrjáða, gefðu köldum steinum mál. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsemdar þínum útvalda líð. En allar bænir okkar felum við í bæninni sem drottinn kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Gjöru svo vel að rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins og Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Guðmundur Magnús, af jörð ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn minn gefi dauðum ró, hinum lík er lifa. Ég held okkur sé óhætt að taka undir í þessu fallega versi sem hér fer á eftir. Blessuð sértu sveitin mín, sumar vetur, ár og daga, engir fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlæg draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar vetur, ár og daga. Varviti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.